Ég lenti því svo Tinder á sín tíma. Ég kynnist minni kærist á Tinder. Ó. Þetta fullorðins. Já, þetta er fullorðins, já. Og maður var að matcha við eitthvað stelpur. Og maður byrjaði eitthvað að spjalla. Ef ég fekk eitthvað svona á móti, þess að ég sá bara eitthvað, þessi var alltaf skrifandi, fólk má kalla þetta fordóma, en mér finnst það rosa mikið turn off fyrir mig. Svona, þú þarft ekki að vera einhver íslensku fræðingur, einhver sérfræðingur í þessu, en svona að geta skrifa svona þokkalega, ef þetta er allt í einhvern stafsningu villum, og það er kannski bara sumir líka að skrifa á Facebook, mér finnst það alveg ótrúlegt. Það er kannski heilir ritgerð bara, svaka pistill. Og það er valla punktur. Það er ekki greinaskiljaði neitt. Það er svo ógeðslega erfitt og ljótt að lesa svona texta. Mér finnst það turn off. Já, ég er sammála. Þetta er svona, þú veist, það er talað konur tala svolítið að fá ykk af einhverjum. Já. Það er svolítið mitt, svona, það væri svolítið fyrir mig ef það væri maður sem að... Valla skrifandi. Já, bara valla talandi. Það er alveg, það er alveg til fullt af huggulegum mönnum. Já, sem að, og svo bara byrja að tala, þá er maður alveg, fórst í gerningur skóla eða, þú veist, þetta er alveg svona, en já, ég er mjög hlynnt í að tala gott íslenskt mál og ég er bara líka og það er búið að aukast hjá mér eftir þess að ég verða eldri. Já, ég held að við séum bara verða gömul, það er bara pínu þannig. Það er eitthvað sem gerist þegar maður kemst á ákveðin aldur og líka bara að maður horfður auðvitað öðru svo lífið þegar maður spöld. Já. Og ég vil ekkert endilega þeir séu bara strákarnir mínir endalaust slettandi, þekkja bara ekkert íslensk orð, verður bara svona YouTube gæjar. Ég vil helst ekki að verði þannig.